Gestir, hjartalega velkomin og þið sem eru að horfa í vefjóttsendingu sömuleiðis. Ég ætla að fara yfir núna yfirlit út af fyrsta fjórðungi ársins 2019. Ég er nú búinn að vera hérna, þetta er í fyrsta skipti sem ég flyt þetta, ég er búinn að vera hérna í heila 3 vikur og ætla svona að fara í gegnum helstu tölur. Það er ýmislegt sem er að breytast hjá okkur, það er á meðal svona reikningsskilin, það er alls staðar verið að innleysa IFRS 16 og við erum að því og svo breytum við svona meðhöndlun á sýningaréttun líka. Þannig að það litar uppgjörið. En ef við byrjum bara og skoðum helstu tölur þá eru tekjurnar raun og veru óbreyttar frá fyrra ári. EBITDAn er 1260 milljónir, hagnaðurinn 670 og eiginfjárhlutfallið lækkar aðeins. En ástæðan fyrir því eru þessi breytti reikningsskil og ég mun svona að fara í gegnum það. Ef við hefum ekki breytt reikningsskilunum þá er eiginfjárhlutfallið að hækka á milli ára. Það eru nokkrir þættir sem lita þetta uppgjör, eins og ég nefndi áðan, reikningsskilin, en það er líka þessi samruni sem átt sér stað í Færeyjum. Við teljum að það sé mikið heillaskref fyrir fyrirtækið. Það skerpir svona sýn hjá okkur hérna heima fyrir að við þurfum ekki með sama hætti að vaka yfir þeim rekstri. Við fáum mjög góða samstarfsaðila út í Færeyjum með okkur inn í þann rekstur. Þetta býr til einskiptis hagnað sem bókfærist núna á fyrsta fjórðungi þó að viðskiptin hefði að mestu verið frágengin á síðasta ári. En síðan er það náttúrulega líka að við erum með einskiptiskostnað vegna þess að það eru miklar breytingar hérna á framkvæmdastjórninni hjá okkur og það eru 137 milljónir sem koma þá neikvæður á móti þessum 817 milljónum sem salan er að skila okkur. Og svo eins og ég nefndi að þá eru það sýningaréttirnir, það er IFRS 16 og svo á milli tímabila ef við erum að bera okkur saman við fyrsta fjórðung í fyrra að þá eru raun og veru gengið að fara á móti okkur. Þannig að það eru tæpar 100 milljónir sem munar þar á milli og hefur náttúrulega áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Og síðan er annað sem gerðist að eins og allir vita það var mikið rætt WOW og örlög þess hérna í upphafi árs og svo kjarasamninga. Nú er komin bara vissa í þessi 2 mál og við sáum reyndar í kringum WOW að það hafði áhrif á auglýsingar hjá okkur, sérstaklega í febrúar. Á milli fjórðunga, á milli ára, að það reyndar lentu páskar í fyrra á fyrsta fjórðungi en núna á öðrum fjórðungi. En þetta auglýsingafrávik sem við sáum í kringum þessa óvissu er algjörlega að fara tilbaka. Þannig að auglýsingar í dag eru bara eins og það eiga að sér að vera og hvort það er í apríl eða maí. Þannig að þetta er nú bara svona tímabundið frávik. Hins vegar stærri liður sem var þá kjarasamningar. Að við höfum auðvitað gert ráð fyrir ákveðnum prósentuhækkunum og í fyrsta skipti koma núna kjarasamningar þar sem er krónutala. Og við höfum lagt nokkuð vel í áætlun upp á þessa hækkun. Þannig að í raun og veru eru áhrif kjarasamninga sem við höfum metið helmingi hærri heldur en þau reynast vera. Ef við förum svo bara í gegnum fyrsta fjórðung þá eru lykiltölurnar hérna fyrir framan okkur og eins og ég sagði áðan að EBITDAn på 1260, það sem auðvitað minnkar hana eru þessi starfslok, hún var að öðrum kosti hærri, þess vegna er starfsmannakostnaðurinn á fyrsta fjórðungi náttúrulega óvenju hár. En annað er svona í takt við það sem ég hef nefnt hérna áðan. Þannig að hagnaðurinn er 670. Tekjustraumarnir hins vegar, það finnst mér mjög áhugavert að skoða. Að við erum að sjá að í fjölmiðlun eru raun og veru tekjur óbreyttar á milli fjórðunga. Internet 12% hækkun, farsími, lítil lækkun, fastlína hins vegar, heimasíminn sem er nú alltaf ekki mjög stór liður hjá okkur. Er að lækka umtalsvert. Þar erum við með ýmsar breytingar. Við erum að færa úr hefðbundnum kopar yfir í VoIP, Voice over IP og við munum ná fram hagræðingu þar. Vörusalan, meira og minna óbreytt eins og ég nefndi með páskana áðan. Það hefur áhrif á vörusölu. Þannig að í raun og veru er reksturinn á milli ára tiltölulega lítið breyttur. Og það er þessi stóru liðir sem skekkja myndina, þessi starfslok og svo salan á hey. Sjóðstreymið hins vegar, núna í svona breyttum reikningsskilum að þá er sjóðstreymið gríðarlega mikilvægt og í fyrsta fjórðungi, það er mjög mikil árstíðasveifla hjá okkur, að þá vitum við það að við erum að greiða ýmiss konar leyfisgjöld strax í upphafi árs
afnotarétti ýmislegt, en í bókhaldinu þetta lotað inn, en í sjóðstreyminu fellur þetta náttúrulega til bara leið og þetta greitt. Þannig að sjóðstreymið á fyrsta fjórðungi er mínus 11, en ég kem inn á það á eftir að það náttúrulega heilmikill bati í sjóðstreyminu þegar við horfum yfir árið. Í raun og veru yfir árið í fyrra var sjóðstreymið jákvætt 289 milljónir, en mun verða 2 milljarðar á þessu ári. Og það þá fjármunir sem við höfum til þess að greiða niður lán og greiða út til hluthafa eða kaupa eftir eigin hlutabréf eða svo ber undir. Efnahagsreikningurinn, hann litast af þessum breytingum í uppgjörsaðferðum. Þannig að við erum núna með afnotarétt. Þannig að við sjáum að niðurstaðan fer úr 27 milljörðum upp í 30 og það þessi 3 milljarðar sem kom inn í afnotaréttin. Og þetta þá í raun og veru skuldbindingar sem voru utan efnahags áður en falla núna innan efnahags. Og þegar við tökum svona viðbótar skuldbindingar inn, bæði eign og skuldamegin en eiginféð náttúrulega óbreytt, að þá segir það sér sjálft að eiginfjár hlutfalli lækkar aðeins, en í raun og veru reksturinn alveg óbreyttur hvað þetta varðar frá fyrra ári. Þetta eru bara breytt reikningsskil. Þannig að efnahagsreikurinn er sterkur og við sjáum hérna að eiginféð er 11 milljarðar og langtíma skuldir þegar við teljum með leiguskuldbindingarnar eru hérna nálgast 14 milljarðar, eða 14 milljarðar og skammtíma skuldir og annað, það ekkert þar sem orð þarf að gera á. Ég meina viðskiptakröfur útistandandi, annað þýjunlíkt, þetta allt meira og minna bara business as usual. Þannig að efnahagsreikningurinn er traustur. Og við skoðum þessi lykil hlutfall beint í framhaldi af þessu, að eiginfall hlutfallið eins og ég sagði áðan, ég meina það ætti að vera 42% ef við hefum ekki breytt reikningsskilunum. Veltufjár hlutfallið eins og ég sagði að með fyrsta fjórðunginn, það mjög mikið fjárútstreymi bara út af árstíðasveiflu. Núna sjáum við strax að í apríl, maí og svo þegar við förum lengra inn í árið þá að safnast upp heilmikið fjármagn hjá okkur. Og vaxtaberandi skuldir breytast þarna þannig að við erum með þessar 3,3 milljarðar sem bætast við sem eru leigu skuldbindingin. Það sem þið hafið kannski væntanlega mestan áhuga á, það þróun samlegðar og ég vil endilega hvetja ykkur ef þið viljið fara svona ítarlega oní þessa yfirtöku okkar á eignum 365 og hvernig það hefur farið fram og hvernig því miðar. Bara endilega hafa fund, við getum farið mjög ítarlega oní það. Þetta varla staðurinn til þess en ég ætlaði svona að fara yfir helstu liði varðandi þetta. Að við höfum gefið út hérna síðastliðið haust að við vorum að búast við þetta yrðu 1000 milljónir á þessu ári. Við erum búin að lækka það í 970, það eitthvað þar bil, það ekki stór munur. Það líka svolítið undir okkur komið, við sjáum þessa súlur að tæknisamleiðin, við erum búin að hækka hana, við höfum meiri í hendi núna, við vitum að tæknisamleiðin 800 milljónir og það fer ekkert á milli mála. Síðan það þá í kostnaðarhliðinni, bæði í rekstri og í launum, að það eitthvað sem við þurfum að stýra bara hérna innanhús og það munum við auðvitað gera bara af festu og vinna út úr því. En svona fyrir varfærni sakir að þá núna því að uppfæra þessar og við þessar horfur að lækkum við aðeins þessa framtíðar samlegð niður í 130 úr 200 en við sjáum að tæknisamlegðin við erum að gefa aðeins í ef eitthvað Tæknisamlegðin var svona þegar við fórum inn í samrunan eitthvað sem við þóttumst svona vita alveg hvað yrði og það mjög ánægilegt að sjá að það að raungerast. Hinir tveir litirnir sem rekstrakostnaður og launasamlegð, það eitthvað svona sem við getum breytt í framhaldinu, það ekki sem var fyrirfram ákveðið og það bara hluta daglegum rekstri. Og ég vil bara ítreka það að það auðvitað eitthvað sem við ætlum að stýra mjög vel og ef eitthvað þá höfum við tækifæri til að auka þar í. Bæta í þar. Þannig að horfurnar fyrir árið í raun og veru óbreyttar. Við erum núna með nettó skuldir á móti EBITDA 2,1 til 2,3 sem þýðir að við erum á svona bestu vaxtagjöldum miðað við lánaskilmála og erum mjög vel fjármögnuð. Við erum með fjárfestingar sem við áætlum á árinu 3,8 til 4,2 og miðað við árið í fyrra að þá erum við sannarlega að fara að minnka fjárfestingar. Það nálguðust 2,5 milljarða í fyrra á gömlu reikningsskilunum en verða á gömlu reikningsskilunum í ár 1,6 til 1,8. Þannig að það minnst 700 milljónir sem bætast við þar. Og þess vegna langaði mig að sýna ykkur líka þetta free cash flow, þetta frjálsa fjárflæði
sem ég segi að verði 2 milljarðar og það náttúrulega hlýst af því að við erum með minni fjárfestingar og svo reksturinn líka í gegnum aukna samlegð að fara að gefa okkur meira. Þannig að mér finnst þetta líta vel út. Eins og ég kom inn á að þá eru heilmikla breytingar búin að eiga sér stað núna í framkvæmdastjórninni og það sem ég finnst skipta mjög miklu máli í því að þeir aðilar sem eru að koma nýir inn, þeir eru samt ekki að koma nýir að rekstrinum. Þeir eru aðilar sem hafa fylgst með félaginu og verið bæði ytri ráðgjafar eða eins og ég teki þátt í stjórnarstarfi og ég tel að við séum mjög fljót að grípa til þeirra aðgerða sem kunna þurfa að grípa til en ekki það að það sé eitthvað drastískt, heldur frekar að við erum að fara núna almennt í stefnumótun. Síðan félagið var sameinað, var ekki búið að uppfæra stefnumótun félagsins, þannig að við þurfum að svona samræma stefnumið, þannig að við séum öll að stefna sama marki og síðan hvaða leiðir við höfum að því marki. Þannig að ég tel að það veri mjög skemmtileg vinna sem við erum í raun og veru að bara hefjast handa við núna strax og þessu uppgjöri lokið og höldum áfram með inn í júní. Þannig að næst þegar við hittumst hérna í ágúst að þá getum við sagt okkur meira frá því. Hugsanlega breytist aðeins skipuritið sem við kynnum þá. Það búið að vera svolítið í mótun má segja frá sameiningu en það kemst á meiri festa á reksturinn. Þannig að það er alveg klárt hvað hver deild á að gera, hver eru markmiðin, hver eru mælikvarðarnir og hvernig við náum þeim markmiðin. Þannig að Þórhallur Gunnars sem kemur núna inn í miðlana, hann byrjar í næstu viku. Hann búinn að vera í raun og veru ráðgjafi minn hérna núna í 10 vikna skeið að fara í gegnum reksturinn á miðlunum og almenn ánægja og ég hef ekki getað valið betri mann í þessa stöðu. Það sama má segja Signýju Magnúsdóttur sem að koma inn sem fjármálastjóri. Hún hefur fylgst með rekstrinum mjög vel núna í hátt í ár og að koma inn bara, má segja á hlaupaskónum, bara tilbúin beint í verkefnið. Þannig ég hlakka mjög mikið til að vinna með þessu hæfileika fólki hérna næstu árin. Þannig að nú langaði mig bara að opna fyrir spurningar ef einhverjar eru en hérna annars þakka ég fyrir. Takk. Góðan daginn. Kannski aðeins bara í framhaldi af þessu sem varst að klára. Geturðu eitthvað svona komið betur inn á þessa stefnumótunarvinnu sem að þið að fara í hvað snýst áherslubreytingar sem að gætu orðið með nýju fólki, forstjóra og framkvæmdastjóra og kannski í þriðja lagi svona bara hvernig þessi markaður sem að félagið starfar á og þeir helstu tekjustraumar sem að félagið er þess á blasi við þér svona þegar þú ert nýkomin inn í þetta starf. Já, takk fyrir þetta. Ég varðandi stefnumótun, það er mjög einfalt, við ætlum bara að setja viðskiptavininn í fyrsta sæti. Ef við horfum á þróun alþjóðlegra fyrirtækja sem í sömu grein og við, að þá sem sagt módelið í kringum símfyrirtæki og fyrirtæki í fjarskiptum að breytast út því að vera verkfræðidrifið, í því að vera að koma fram með nýja lausnir og byggja ákveðnum kerfum og hraða alltaf uppbyggingu kerfa. Það að breytast í að vera viðskiptavinnadrifið, þannig að engineer-drifin í customer-drifin. Og þá gerist það innan fyrirtækisins að þeir mælikvarðar annars við horfum á. Núna vitið þið það að þau tæki og það sem við höfum hérna í kringum okkur, það annar mjög miklu af því sem við þurfum á að halda. Það ekki mikið að gloppum í sambandi. Ef við horfum á til að mynda hvernig bara fjarskiptaþjónusta, ef ég tek hana sérstaklega, hvernig hún hefur þróast á síðustu 4 árum. Við skoðum undir vísitölu neysluverðsvísitölunar sem fjarskiptavísitalan. Hún búin að lækka 78% á síðustu 4 árum. Á meðan hefur kerfið sem við erum að bjóða upp á, það hefur batnað margfalt. Það miklu meiri hraði, miklu meiri öryggi, miklu betri þjónusta. Og þá í framhaldinu af því hvaða þjónustu erum að bjóða. Og þá eins og í efnisframboði, eins og í fréttum, eins og í áskriftum hjá okkur alls konar sjónvarpsefni, að þá erum við að fara að bjóða bara upp á, held ég, háklassa efni sem fólk getur nota þegar því hentar hverju sinni. Það auðvitað alls konar annars konar þjónusta sem við erum líka að fara að bjóða upp á sem ekki alveg komin fram hjá okkur núna. En við sjáum alveg að þegar við erum komið viðskiptavininn og erum með svona sterkt viðskiptasamband, þá getum við þróa það og dýpka það miklu frekar. Og það ákveðin vinna hérna innanhús sem tengist þessari stefnumótun sem að svona einfalda upplifun viðskiptavinna varðandi samskipti við fyrirtækið í gegnum mínar síður, í gegnum í raun og veru netið og annað þvíumlíkt.
og við teljum að í gegnum það að þá getum við fyrir að bjóða upp á annars konar þjónustu. Það ekkert langt í það að við getum búið upp á öryggisþjónustu, það ekkert langt upp að það að við getum farið að selja hugsanlega hitt og rafmagn og vatn og ýmislegt annað í gegnum í raun og veru þetta fyrirtæki. En þetta auðvitað það sem við ætlum að gera. Við ætlum bara að vera viðskipta vina miðað fyrirtæki. Okkar kjarnaviðskiptavinur eins og hann í dag og ég ímynda mér að verða áfram eftir stefnumótun, eru heimilin, eru fjölskyldur. Og í gegnum þá gátt að þá getum við elt fyrirtæki mjög mikið. Varðandi síðan framkvæmdastjórn sem að koma inn að við erum náttúrulega búin að vera að vinna saman í ákveðin tíma og þetta svona bara svona áherslubreitingar, þetta ekki eðlisbreytingar á rekstrinum, en þetta mjög spennandi breytingar og þær skapa, held ég, mjög skemmtilegt fyrirtæki hérna til framtíðar. Einhverjar fleiri spurningar? Nú, ef ekki, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir og bara hlakka til að ræða frekar við ykkur eftir fund og svo í framhaldinu á næsta uppgjörsfundi. Takk.